54 þegar mest var. Þarna til milli 80 og 90, já, upp úr 80. Við erum 4 systkinin, ein systir okkar býr í Reykjavík. Hérna erum við eitt af skjólbeltunum sem var sett niður hérna 2002-2003. Og ég hélt fyrst að þetta væri nú bara venjulegur grænn alaskavíðir eitthvað og var ekkert að spekla neitt í þessu. Það var ekki mikið framboð af víðistiklingum þegar við vorum að byrja á þessu. Þannig að ég bjó hér inn í þorpi og endaði með því að klippa niður limgerðið í kringum húsi hjá mér. Og það var þessi víðir. Síðan komu skógfræðingar hér í námsferð og þar að meðal var Steinar Björgvinsson í Þöll í Hafnarfirði. Og hann greindi þetta sem annarkvort gutta eða lauga. Og ég veit ekki hvort eða hver munurinn á því, en þetta er allavega ekki venjulegur alaskavíðir hvað það varðar. Hann stendur alveg svakalega vel, er mjög hraustur og bara fallegur. Hefur ekki lent í neinum pestum eða pöddum eða neinu slíku. En aftur fékk ég grænan alaskavíði sem er þá Gústa held ég man nú aldrei hvort, ég held þessi Gústa. Hann er mjög pöddusækinn, hefur ekki reynst vel hér og það skjólbelti er ekki til fyrirmyndar. En þessi víðir hefur reynst mjög vel og bara dafnar mjög vel. Kelur lítið og ég er alveg afskaplega hrifin af honum. Já, verið svo þéttur og flottur og Já, svo. við höfum klippt, fengum hérna verktaki í Dölunum held ég sem kom hérna vestur með hjólsug sem klippti utan af þeim beltunum og það hjálpaði mikið til. En hann er bara mjög fínn, stendur mjög vel og er mjög fallegur. Svo sér maður, er þetta bara svo sjálfsáð Nei, hérna? þetta er gulvíði plöntur sem ég stakk hérna inn á milli. Bara til að þétta þetta? Já, bara svona, þetta losna við þar, komið fyrir ykkur stað. Svo sem maður reynda birki hérna, þannig að það er kannski eitthvað sem er sjálfsáð. Það gæti verið sjálfsáð hins vegar. Það er ekkert ólíklegt. Það er ýmislegt sem hefur tróðið sér hér og þar. Þannig að það er allt mögulegt að finna hérna. Frábært, höldum áfram. Ég hef svona pínu áhuga á að vita hvernig er að vera skógarbóndi, eins og fyrir þig, bara ef við byrjum bara á vinnunni sem þú ert að setja í þetta, hver er vinnan? Bara ef við byrjum kannski, ertu að greinarhreinsa eða hver er vinnan? Sko það sem að fylgir náttúrulega þessari skógrækt, uppbygging á skógi, er gróðursetningin. Við fórum í jarðvinnslu og gróðursetningu í upphafi. Við fengum verktaka til þess að gróðursetja fyrir okkur. Því við ætlum að reyna að klára samningin sem fyrst, semst að gróðursetja samkvæmt samningum sem fyrst. En svo gekk nú ýmsu með það en fyrstu 5-6 árin vorum við eingöngu með verktaka í þessu og ég var þá í því að þjónusta verktakana, keyra plönturnar í það og svona. Síðan hefur þetta verið bætt inn í þar sem að hefur dreifist úr og þétta skóginn þannig og fá þannig fram betri tré, betra timbur, því við erum náttúrulega fyrst og fremst að rækta timbur. Ég hefði þurft að vera miklu duglegri, við hefðum þurft að vera miklu duglegri við að uppkvista og klippa greinar og tvítopp og annað. En þar sem að skógræktin gefur ekki af sér neina tekjur, þá erum við systkinin allir í fullri vinnu. Og þetta er meira svona áhugamálið, allavega hjá mér, að reyna að gera eitthvað fyrir skóginn. Og í sumar til dæmis er ég að bæta inn í reit sem var ekki alveg nógu velheppnaður að mínum dómi. Þannig að ég fékk þá leyfi til þess að nota jarðvinnslu aðferð sem kölluð haugun. Þá er grafin bara hreinlega með skurðgröfu, það er bara grafin hola og moldin sett ofan í og plönturnar gróðursettar þar. Og ég er að gróðursetja núna aspir og í 2 lítra pottum sem eru svona cirka 50 cm háar og veitir ekki af í þessu graslendi hérna hjá mér. En þessi reitur sem er hérna bak við okkur,
Já. að hann gróðursetur á sama hátt með haugun. Já. Því að hér hafði gengið mjög illa að koma skógi í þetta svæði og það gekk og þetta eru mjög falleg tré sem eru hérna og sem eru síðan á tvítoppa og annað. En gallinn við jarðvinnsluna haugun að það verður mjög óslétt landið í skóginum. Já. Og ennþá það þannig að maður treystir sér eiginlega ekki til þess að fara hérna út í reitin, allavega ekki að sumri til þegar grasið svona hátt. Nei. Þannig að það, hann verður erfiður yfirferðar. Já. En það lagast vantilega þegar kemur að grisjun og skógarhauki. Já. En talandi það þetta, þetta þá bara að vinna án þess að fá laun eða? Já. Fyrstu 20 árin kannski, meira hérna? Já. Þannig, það náttúrulega greitt laun fyrir gróðursetninguna og jarðvinnslan greitt og annað slíkt sko, og þar sem hefur þurft að girða, þar hefur verið tekið þátt í því. Við vorum svo heppin við þurftum ekki að girða. Nei, okay. Því að hér var ekki lengur neitt sauðfjár á því. Og en launin eru fyrst og fremst tengt gróðursetningunni í upphafi og síðan þegar það kemur að grisjun, ef skógarbóndinn hefur sjálfur tök á því, þá náttúrulega fær hann greitt fyrir grisjunina. En víðast hvar eru verktakar farnir að selja sig út fyrir grisjunina. Því miður og þá hefur ekki verið kannski nægjanlegt fjármagn til ráðstöfunar í skógræktinni bara almennt. Það stöðugur samdráttur í fjármagni til Lands og skóga sem skógræktarstofnunin okkar í dag. Og við gætum gert mikið meira. Það eru margir sem að vilja komast í skógrækt og við gætum ræktað mikið meiri skóg. Því að það framtíðin að Ísland geti framleitt sitt eigið timbur. Þetta eiginlega svona sá staður sem að stendur upp úr í minningunni í gróðursetningunni. Við pabbi vorum að gróðursetja hérna haustið 2001. Þetta eina fyrstu gróðursetningunum okkar. Og við vorum að gróðursetja þessi tré hérna bak við mig 11. september 2001. Já. Og þetta kvæmið súla. Já. Og þau voru svo afskaplega léleg trén í bökkunum. Og ég var að dýrka þau hérna upp úr bakkanum til að geta gróðursett þau. Og hugsaði með mér að þau annarkvort lifið að deyja. Og meðan við vorum að gróðursetja hérna þá hlustuðum við á fréttirnar í útvarpinu í bílnum. Þannig að þetta svona, þetta sögufrægur staður í mínum huga. Já, getur ímyndað þér og svo hafa þau vaxið vel, já. Þau eru mjög flott þessi og ég mjög ánægð með. Þetta kannski hæsti reiturinn bara? Nei, það annar betri. Þau hafa vaxið mjög vel þessi, voru ekki lífvænleg til að byrja með en hafa vaxið mjög vel. Og súla skemmtilegt tré, það eru fínlegar greinar, beinvaxin og bara virðist vera nokkuð þolin. Og gott til timbur? Allavega sýnist mér stofnarnir geta alveg orðið góðar spýtur. Það virkar allavega þannig? Framtíðinni. Búið að grísa hérna reyt eitthvað? Nei, ég uppkaustaði hann fyrir 2-3 árum. Og hreinsaði aðeins til. En þessi vinna tefur mann alltaf frá áhugamálunum. Hérna erum við komin fram í engjar sem kallað Hérna var í gamla daga ósléttað en sláttuhæft og hér neðar á svæðinu voru mógrafir. Þetta ekki mór til að kynda húsin. Og það voru grafnir hér skurðir og búnar til sléttur. Og þegar ég nokkur ára þá vorum við að hjálpast að við að tína grjót hérna. Pabbi og mamma og systkinin úr sléttunum. En sem að síðar urðu að túni og mjög grasgefnu túni. Og við sjáum að það ennþá mjög grasgefið hérna og skógurinn sé að taka yfir.
Hörru, hérna erum við með hennar fallega hrym. Hvað geturðu sagt mér hann? Ég fékk þennan hrym vorið 2012. Já. Þá hitti þannig á að það voru frosnar plöntur sem verið var að dreifa á Vestfjörðum og þessi kassi hafði ekki gengið út einhverja hluta vegna. Þannig að ég fékk að taka með og ég setti þetta í potta bara heima við hús og var með þetta í pottum fyrstu 2 árin, setti þetta svo niður hér 2014 og þannig að hann er búinn að vera hér í 11 ár. Já. Og vex bara vex. Það og er mjög skemmtilegt tré, hraðvaxta og hraustur og hérna er allavega að dafna vel hérna hjá mér. Já. Og hefur komið sér mjög vel fyrir því hér er hann komið með villisveppi, lerkisveppi bara hér út um allt. Já. En þetta holt hérna heitir Móholt, nei, Torfhólar fyrirgefðu og hérna hér var ekki neitt. Nei. Pabbi reyndi nú að rækta alla bletti sem að hugsanlega var hægt að fá gras en hér var bara einfallega ekki hægt að fá gras. Nei. Það var bara ekkert. Og áður en að farið er að setja skó hérna þá er þetta bara svona malarholt. Erum við að tala um að þetta hafi bara verið Þetta var bara allt svona og meira að segja ennþá berara ef eitthvað var. Það finnst þeim þetta svo Og ótrúlegt. hérna, skógurinn er í raun að vera að búa til þetta skjól sem að grasið nær þá fótfestu og frostlyfting er mjög slæm í svona jarðvegi. Og hérna hefur skógurinn bara einfallega náð að búa til skjól fyrir plöntur til að ná fótfestu og þetta á eftir að verða grasið vaxi hérna innan nokkur ára og ég verð ekki búin að tróða niður í þetta alls konar trjám. Já, það er það sem maður finnst svo magnaði mitt, hvernig maður fer bara á nokkrum árum, 10 árum úr þessu í tada! Það er nefnilega nákvæmlega það. Og það er mjög víða hérna sem eru svona holt, sérstaklega hérna utan við túnið og hérna framfrá. Og það er alls það sama sagan. Skógurinn er að breyta þessu í gróðurvin. Já. En aðeins með hrymin, þetta er svona tré sem kannski margir vilja fá allan að skógarbændur og vex vel og allt þetta, en er erfitt að fá þetta? Já, þetta er fræræktun og það er svona ákveðið aðferðafræði við að frjóvga trén. Það hefur ekki náðst að framleiða nógu mikið af fræi eftir því sem mér hefur skilist undanfarin ár til þess að anna eftirspurninni. Og en já, þetta er allavega tré sem að vex vel og dafnar vel á erfiðum svæðum. Þolir vel rýran jarðveg og er eiginlega hrifnastur af því. Og er ótrúlega þolinn. Hann virðist þola veður og alls konar kvikindi. Þannig að það er bara mest að furða. En mér langar til að benda ykkur á aspirnar hérna hinum megin við grenið. Að þessar aspir voru settar niður hérna fyrir 8 árum. Já. Og ég held að þetta kvæmi sé hallormur og víkingur hérna aðeins neðar. En þær hafa dafnað alveg ljómandi vel. Já. Og heldur betur. Hvað er þetta, 8 ára vöxtur? Þær voru settar niður sem bakkaplöntur 2018. Já. Þannig að já, ég er mjög ánægð með þennan vöxt. Mér finnst þetta mjög til fyrirmyndar. Já. Frábært, ég var að halda áfram. Það er svo mikið að sjá hérna. Þannig að svo erum við að tala um að hérna sé þessi hóll á grjóti sem að Lilja er búin að tína. Þetta er eitthvað brot af því sem hefur verið tínt úr túnunum sem voru hérna. Og það er mikill sviti og mörg tár sem hafa fallið við að ná þessu burt úr ræktarlandinu. En þetta er bara brot af því. Ég held að það væri flott að setja svona í framtíðinni styttu af þér hérna ofan á. Hérna er með fínan kljáviður, ekki? Jú. Sko. Hann er svolítið sérstakur, þetta er ekki bara eitthvað, bara karlkyns stofn af... Ég bara veit það ekki. Hann allavega vex vel. Og bara er ótrúlega hraustur og fallegur.
þessi tré hér eru steinbjörk Já. sem að mér skilst að sé upprunnin frá Kamchatka. Ég fekk á sínum tíma 1 eða 2 bakka hérna og setti það hérna niður á skurðbakkann. Já. Og þær hafa dafnað bara mjög vel, Já, þrífast það. vel hérna hjá mér. Þannig að það er voða gaman að geta sýnt þær. Já. Er eitthvað sem einkennir það svona eins og venjulegt birki eða getur maður þekkt þetta eitthvað? Já, það er hérna hrufóttu börkurinn á þeim aðeins Já. og svo eru blöðin meira tennt. Já, sé Svo það. hérna, Já. þau eru aðeins svona, en ef ég vissi ekki að þetta væri hérna steinbjörk, þá er ég ekkert viss um að ég myndi fatta það. Þetta segir skógfræðingurinn sjálfur. Hérna erum við stödd á þeim hluta jarðarinnar á Kvíðinsfelli sem heitir Vindheimar. Hér stóð bærinn Vindheimar og nákvæmlega hérna þar sem ég stend, þar var eldhúsið. Síðustu ábúendur, eða með þeim síðustu sem voru hér, var Ólafur Kolbeinsson og Jóna Sigurbjörg Gísladóttir sem bjuggu hér frá 1903 til 1930. Og þá tók við sonur þeirra, Jón Bjarni Ólafsson og Guðrún Jóna Bjarni Guðjónsdóttir, kona hans. Þau fluttu héðan frá Vindheimum 42 og fluttu þá hér yfir í Arnarfjörð að Fífustöðum. Og Jón er eiginlega algjör þjóðsagnapersóna hér á þessu svæði því að hann gekk í gegnum alls konar hremmingar og slys og alltaf lifði kall. Og sagði frá þessu sjálfur stundum svona þegar vel lá á honum. En hann var alveg gríðarlega skemmtilegu sögumaður og það hefur erfst því að dóttir hans átti 4 eða 5 syni, ég man aldrei hversu margir þeir eru, en þeir eru allir hver öðrum betri sögumaður og þjóðin þekkir einn þeirra sem Þröstli og leikara. Já. Og en frásagnagáfan er frá Jóni Já. á Vindheimum. Og þessi minnisvarður var reistur hér af afkomendum þeirra á 100 ára árstíð Jóns, 2003. Hann lést í hárri elli í Grindavík, hjá dóttur sinni þar. Okay. Og á fullt af afkomendum all land. Já. Þannig að já, þetta var kjarnankall. Þá erum við komin hennan fína hringinn um skóginn og við bara þakka þér kærlega fyrir að hafa gefið stund með okkur hérna í skóginnum. Er eitthvað svona, einhver lokaorð frá þér svona, tengt annarkvort bara skógrækt eða þeir sem vilja vera í skógrækt eða? Sko ég held að skógrækt á Íslandi eigi sér alveg gríðarlega mikla framtíð. En það þarf að hlúa að henni fyrst og fremst að hvetja nýja skógarbændur til þess að taka þátt og gera þeim það kleift fjármagnslega séð. Þeir sem að sitja á ríkiskassanum, þeir verða að gera svo vel og gera sér grein fyrir því að það er verið að byggja upp bæði auðlind og atvinnugrein sem að skiptir máli fyrir sveitirnar. Þannig að það að leggja fjármagn í skógrækt, það mun bæði bæta búskap í sveitum og líka til framtíðar timbur. Við fáum timburauðlind. Þetta eru verðmæti. Heldur betur. Þannig að já, ég trúi á skógrækt á Íslandi. Já, það er ekki bara fín lokaorð.